Velkomin í þáttinn og gaman að fá þig, Vili. Takk fyrir. Já, Takk fyrir að koma. Þú komin í þáttinn Matmenn með Bjarti og mér, Davíð. Það eru kræsingar á borðum og Já, ekki hrútspungar, en það hérna... vel Ég var ondjóks að búast við því þegar ég sá hérna kassan sem þú komst með, byrjaði svona að tína til. En bara sáttur það sé ekki á borðinu. Já, ok. Nice. Eru þið rútspunga kallar? Borðið er svona... Já, ég meina, jafnla maður ekki að pungum reglulega. Allan einu svona ári. Auðvitað hefur maður smakkað þetta allt. En ég sleppi núna bara skötu og öllu af því að það er til betri matur á núti. Ég er bara búin að sætta mig við að ég er viðkvæmur. Nú við hverju þá? Bara þessu, ég ræði ekki við svona bull, sko. En sko, núna snýst þetta meira held ég hjefðir hjá fólki heldur en að þetta sé eitthvað gott, skilur. En er þetta ekki, ef þú ert búin að borða þetta frá skrakki, þá er þetta gott. Þetta er ekkert gott. Það er alveg ástæða fyrir þetta bara einu svona ári, sko. Já, þannig að þið finnst þetta ekki gott. Það tala skötu þá. En þú borðar þetta saman? Nei, bara rútspungana og hákallin og allt þetta. Sko, í dag læti ég mig hafa svona, svo lengi svona slæri mig ekki í nakkan. Verjum, af hverju að láta sig Já, ég veit það, en það var alveg tímabil sem að ég satt frekar inn í herbyggi hérna fyrir norðan hjá fjölskyldunni og hérna konni og jafnla á snakki heldur en að vera að fara hann inn og vera, þú veist, með þeim í þessu ógeði. Ég hef bara aldrei skilið þetta, sko. Ég hef bara ólst ekki upp við þetta. Já, ég hef náttúrulega búin að segja þennan frá því að við var náttúrulega í þessu, sko. En byrði ég ekki frá Vestmannum? Ég held að það var allt í skutið það. Ég bjó náttúrulega aldrei í Vestmannum. Já, ok, þannig komst það er örugglega fullt að ég var farið á mörg skutilhabor og eitthvað dreigið með því. Aldrei mega neitt svona, sko. Nei. En segjum sér svo að það væri bóndi fyrir 1000 árum sem að fann upp á þessu, skata, fara fiskur upp úr, hvernig getum við gemt þetta yfir, hvernig getum við lifað af á þessari eyju, skilur við, svo ógeðslega kaldri eyju, og ég býti skötu, ef þú myndir setja fyrir framan þennan mann skötu og eitt sveittan hamborgara, hvað heldur hann myndi velja? Hamborgara, auðvitað, en þetta var náttúrulega bara hefðir, sem eru hefðir í dag, en það var bara til að lifa af, basically. Það voru ekki fristikistu þá? Nei. Það er bara úti. Það er bara búið að pissa fiskin. Já, ég veit. Það var að hugsa mig bara át og labbaði burtu og svo þetta er bara skýtsæmilegt. Já, þú veist, svo líka þegar maður lærir svona aðeins í matreiðslu og svona og fattar hvað þetta er, sko, eins og bara hákalli. Þetta er bara ammoniak, skilur, þetta er bara hland ógeð, sko. Þetta er svo ógeðslega von. Já, það er auðvitað einhver brjála. Já, það er alveg fullt að lifa brjála núna því ég hef alveg hitt fullt af fólki sem bara finnst það alveg geggja gott. Já. Það er líka allt í lagi. Já. En mér finnst bara ekki. Nei. En ég held að það séu líka alkoholistar sem að fíla þetta meira en aðrir. Já, ég meina brennivínu fylgir með þessu. Það má ég fá meira hákall. Sem sagt meira skot. Já, var ég ekki búin að segja frá þessum þessa sögu með einu sem var með hættur að drekka, bara ungur strákur mínum aldrei sem að gæti ekki beðið eftir skötulhaburinn og búin að pumpa sig upp, sko, og segja öllum hvað hann var spenntur maður og þetta var geðveikt maður og svakalegur, sko. Svo er náttúrulega að koma þessum degi og þá labba ég inn í matsal og sé hann svona vera svona aðeins að fykt í sköturinn og ég sé bara svona svipnum á honum og segi, hvað fannst þetta ekki gott eða? Nei, þetta var eitthvað ekki skott að við myndið, sko. og þá vildi að meina að þetta væri að þeim var hættur að drekka, sko. Það kannski er óustappan sem var bara góð. Já, ég meina það kannski er þetta bara stemmingin. Ég held að. Eins og þeir stráka, hvað eru þið búin að vera lengi núna í bransanum? Hvað eru komið mörg á? Það fyrir hvernig Davíð er búin að vera 100 ár kannski? Nei, ekki alveg. 120? Nei, því ekki ennþá. Ég er 37 plus. Já. Hvernig byrjar að læra? Ég byrjaði bara að læra í COVID. Þú veist, námið sjálft. Já, en þú veist bara í eldhúsi þá. Ég byrjaði í 15 ára. Já. Ekki í eldhúsi reyndar. Þá var ég byrjaði í matvöruverslun í kjötborðum og fiskborðum og svo leiðis. Það er ekkert búin að gera neitt annað síðan ég var 16 ára. Verið í eldhúsi. Nei. Fannst þetta ógeðslega gaman.
Hvar byrjaðu? Þegar Eina Ben var til. Já, Minna þetta sem stað. ég var ekki kjallarinn hann á... Þetta var hann sem að Pablo Disco bara er núna. Og Já, Pablo það. Burro. Ok, já, Og það eldhús. Það var, byrjaði ég, elda. 16 ára? Var þar í 2 ár. ok. Og þetta var ári eftir að það var hægt að reykja inni. Þannig að þetta var ári eftir og hann lyktin var hann ennþá og ég var hann að hræra einhverjum pottum og þeir voru alltaf að stelast að reykja nálægt eldhúsum. Og þeir villi hræra því pottunum hann. Þetta svo breytti tímar hvernig eldhúsi var þá og hvernig það er núna. Já, ég myndaði eitthvað myndi bara 4 í einni réttu núna. Nei, þú veist maður væri bara út með. 5, ef maður væri 10 metra frá matnum. Bara, gauður, rullaður út. Já. En þarna bara, ég ræri í potninu mann, ég er alveg að klára það. Veist. Já. Hann var 4 metra frá mér. Mér fannst þetta bara, svona bransin bara. Já, þetta var svona. Það var allir reykjandi hægri vinstri og kaffistofunum fælega var það ógeðslegt maður. Var það ekki? Var ekki 2007 sem að það bann kom? Ég byrja að læra 2008. Ég man ekki ártali. Það var það ekki, 2007, það gæti alveg passað, sko. 2007, svoleiðis. Það er allan fyrir mína tíð, sko. Já. Þú veist, ég hef verið bara, eins og sé bara 10, 11, 12 eða eitthvað þegar það var. Já. Ég man bara eftir þessu reykingatíma út frá bara staðaskála og eitthvað svona skipti reyklust og reyk. Ég veit ekki það alveg, sko. Ég hef alveg... Leði bara eins og vera á flugvélnum eða eitthvað. Ég hef alveg fílað mig samt, sko. Nei, herbyggi. Það var alveg, þú veist, það er alveg töff að hugsa hérna eitthvað svona Bourdain standandi með eina réttu bara í Já. En það var fyrst, sko, þá var þetta skipt, kaffistofuna voru skiptar, þú veist, reyksvæði og ekki reyksvæði. Það var alveg gullt, vegginir og loftið, bara ógæðislega gullt. Svo var eitthvað gler á milli og svo var það hvít, sko. Ég líka bara... Maður bara sagði, þannig inneflin líta svona actually Líka út, bara sko. selja hús. Þegar maður ég sé þetta heima hjá, þú veist, af eða eitthvað. Það voru að taka myndir af sem að hafa ekki verið að snert í 15 til 20 ár og bara svona veggirnir svona svolítið gulir og svo bara svona rammi hvítt. Vá. Og svona Það er samt alveg cool að geta sagt bara, já, þegar ég byrjaði þá mátti þú reykja inni. Ég er svo gamall í bransanum, það mátti þú reykja inni þegar ég byrjaði. Those were the days, maður. Þú náttúrulega upplifir þetta kannski? Já, ég upplifði þetta. Varst þú bara með eina réttu bara að hræra í súpunni? Nei, ég reykti ekki, sko, þannig að þetta fór í taugunum á mér. Hvað fólk var að reykja honi og maður kemur kannski, þú veist, í kaffistofuna bara til að fá break og fara að vinna og það er sumir sem bara móki í sig og svo bara kveikt og það er bara kannski 10 manns og það er bara mökkurinn og maður er bara alveg að kapna. Maður byrjaði ekki deginum án þess að fá sér caffeine, nicotine, buzz mótnana. Þetta er bara óbeina reykingar í leiðinni, þú veist, þó maður reykja ekki, að maður þú veist, sjúat inn í sig, sko, það sem aðrir er að reykja. Já, ég man eftir einu sem ég myndi sagði, sko, að þegar að hætta með reykinn og skemmtistöðum, maður bara breytt lífun hans. Að, þú veist, hann var alltaf svo þunnur. Svo þegar hætta reykinn og skemmtistöðum, þá fatta hann bara, já, ég er ekkert alltaf svona þunnur. Það var bara svo mikið reykur, svo mikið óbeint nikotín í mér. Þannig að hann vaknaði alltaf bara skítunnur. Það með þessi að listamenn töluð þetta, þú veist, þeir voru að skemmta fólki í. Það bara DJ-ar og þannig. Já, líka bara hljómsveitir og söngvarar og það var alltaf alveg í þessu. Bara svaka heilsubrestir út af þessu. Já, svakalega. Það er gott dýreilina maður að fara þetta réttu spjalli. Já. Núna er allir í pókanum, tróðið upp í vörina. Kannastu það? Já. Ég gerir það, sko. Ég reykti back in the day, sko. Já. Ég var að hætta aftur, maður svona byrjar hættir. Að reykja þá eða í pókanum? En ég tek alltaf vöruna. Get ekki stoppað því. Já, það fylgir svolítið matreiðslumönnum nikotín og koffín. Já.
það er eitthvað svona einhver hækja sem við notum mikið. Við þurfum að greinilega hafa ykkur að hækjur, það er hjálpatæki að lega Og hefur þú aldrei verið í neinu? Aldrei tekið í örina, tekið í nefið hérna, varstu með vassaklútinn og nettóbakið eða? Nei, ég var að Það er tryggja eitt á að versta sem ég séð, sko, þetta íslenska í nefið sem að gömlu kallarnir alveg svo voru að snýta sér í klút sem voru með hérna í rassvasanum eitthvað. Jöfnsis viðbjöður. Þetta vekur upp geggjaða minningar á mér, sko. Já, mér finnst það notalegt og hlýtt að hugsa til þess, sko. Mér finnst það ekki ógeðslegt, mér finnst það bara geggjað. Afi var alltaf svona, sko, hann var risastór og gerði mikið öllu, þannig hann mókaði alltaf svona vel og svo hallaði hann hausnum og svona hellti Alveg kraft. og svo var hann alltaf í svona skýrtum, þannig að hann var með vasaklútu hér, svo var þetta allt fullt af ógeðmaður og hóri og einhverju nettóbaki. Já. En aftur að þér. Já, hæ. Hæ. Þú byrjaðir 16 ára, Já, Einar Ben, sagði eina ben. Hvernig veit Þú veist ekki svona hvað staðum það er. Býttu, var ég til þessum tíma? Ég sko Pablo Disco, ég tengi Einmitt. Þú ert nú ekki mikið eldri. Þetta var rosalega, þetta hætti held ég 2013, þá, nei, ég veit ekki, 2013-14, þá fer þetta á, Og fórstu beint á samning, eða? fór beint á samning, ég var að falla í öllu FH, vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera, ég var bara, alveg bara, þú veist, hérna sko, og svo sá ég, hérna, sá frænka mín auglýsingu í, hérna, það var á RÚV, hérna, einhver svona auglýsingar sem að svona fara hratt framhjá. Já, ok. Hvað heitir þetta? Texta Eitthvað, já, einmitt. Hún bara, ég sá auglýsingu, það var kokkanemar nýri bæ, Ok. prófaði bara. Svo bara byrjaði ég, fekk vinnuna bara samdægus. Það vildi ekki bara byrja? Já, ok. Já, never look back. Ok. Það er bara mjög svipað saga á mér, sko. Ég byrjaði mitt bara að sá eitthvað í blaðinu bara eitthvað að vera auðlýsa eftir þjóni út á landi. Þannig að ég Byrjaði sem þjónn og svo bara varstu... það var alltaf hægt að kalla mig þjón, Já, sko. ég meina að Ég var bara- Ég myndi aldrei kalla það þjón. Nei, ég var í lélugu þjónn og var eiginlega aðlega bara inn í eldhúsinu, þannig að hann spurði hvort ég vildi ekki koma aftur á næsta ári nema bara kannski inn í eldhúsi. Já, Þannig að ég tók 2 mánuði þarna og var líklega það versti þjónn sögunar og varst að pólera glös og síðan fórst ég Nei, að skræla hérna kartluflur ég næsta var, ári. ég var aðalega sko að Upgrade, maður. ég var aðalega að segja brandara. Ég var einhvern veginn bara ég var Má deyja að það. labba með diska og segja brandara. Það var einhvern veginn eina og svo hangi einhvern veginn yfir fólki eða lítið að gera. Það er enda mjög góðu kostur að geta gert það. Já. Já, þú ert fyndin, Bertur, þú mátt eiga það. Já. Skýtsæmlegur. Já, takk. En þú, sko, við kynnumst þá hérna er ég að byrja á kokkasamning. Þá er ég á 25, Já. 24. Veitu, hvað var ég? 25. Varstu 25 þú byrjar á Grand? Held það. Já. Ég er 3 árum. Já, þannig að þú ert 28 ára. Já. Og þú ert sagðat vaktstjóri minn. Já. Fyrsti vaktstjóri minn. Og hérna svona í alvöru eldhúsi svona í þessum kokka heima sem var með hatta og í göllum og Það vera snirtilegur og beinni Og stilltur, baki og já. segja já og einmitt. halda kjafti þegar maður hinn er að tala og allt Ég var nú ekkert svoleiðis. Nei, þú varst mjög léttur. Já. Þú einmitt varst hérna nýbúin að slíta hásinn þegar ég byrjaði. Byrjaði í jólahlaðborum. Bumbubolti. Mm. Stóra ættilegt. Ég aldrei séð svona. Hann var búin að slíta hásinn, hann var í svona stórum stígvili sem var svona yfir allri Það er löppinni. svona Hefur- til að halda löppin Já, í all halda, hana, og ég já, tók já. jólahlaðborð. Og hann vann þannig Já, jöfull. og hann labbaði ekki. Hann fyrir að minna mig á dró löppuna með sér hvert sem hann fór upp og niður stígana á meðan og svo er svo mikil orki í honum að hann Já, var já. að taka upp í yngar á meðan og alveg bara guðuruglaður. Og djöfull var það gaman. Þetta voru Æ. skemmtilegi tímar. Það er nokkri veitingastæðir sem ég prófaði að þú veist, fór á milli. Þegar ég var ungur þá vildi ég vita eins mikið og ég, þú veist, læra Já. eins mikið og ég
fór á grillmarkaðin, það var hérna steikhúsið, svo fór ég á sjáagrillið, það var fiskurinn. Þannig að ég vildi draga allt til mín. Og varstu búin að plana það? Varstu búin að ákveða fyrirfram eða bara spilaðast það svolítið Ég spilaðist til að þannig, svo ég hugsa 2 ár þarna, 3 ár, 2 ár, eitthvað svona. Þannig ég varð aldrei of lengi, svo ég líka svo ofvirkur að ég gat ekki verið setja kjör á einum stað lengi. Ég ætla alltaf að gera eitthvað nýtt og nýtt og nýtt. Það er sem að hugsa tilbaka og þá allt í einu sér maður eitthvað svona, þú veist, pattern í lífinu, þú veist, býtu, já, þetta virkaði svona og maður, þú veist, eins og hann segir, maður verður svo mikið svampur þegar maður er að læra og vill alltaf læra meira og meir. Það er alveg ástæð fyrir að ég fór á Grand líka. Ég heldur komast í villibráðina, þú veist, í hausina Olla og þú veist, fá það knowledge líka. Já. Þú veist, maður er búin að læra allt hitt og svona einhvern veginn, en mér langaði bara, hvað maður segja, brýna hnífana sína þarna, aðeins. Ég er einmitt ekki svona gaur sem að plana eitthvað karýr fram í tíman. Þetta er ekki beitt plan. Þetta er bara einhvern veginn gerist. Já, ég er einmitt þarna líka. Ég er bara svolítið leifi strömmnum að taka mig bara. Maður er alltaf ungur og vitlaus þó ég hef kannski verið gamall og vitlaus. Já. Eldri vitlausing. En það er alveg magna hvernig þetta svona bara þróast, sko. Maður einhvern veginn endar alltaf þar sem maður á að vera í þessu. Já. En það er samt þekkt líka í bransanum að menn eru að flakka svolítið hratt á milli. Þetta er bara 2 ár hér og 2 ár þar og það er svona sjaldgæft að maður heyrir að menn sé búin að vera saman staðnum mjög lengi. Þetta er einhvern veginn þannig bransi að það er virðist vera svolítið svona eins og hérna svona hálfgerðar gleðukonur kokkar. Bara hver borgar best. Einmitt. Já, okkarlega. Já. En þér langaði aldrei út? Nei, eiginlega ekki. Nei, eiginlega ekki. Það er mér langaði ekki. Það var bara svo skemmtilegt hérna. Já. Tók 2 ár á eina ben. Svo 2010 þá fór ég á kláraði samning minn á Hilton. Já. Og þar fekk ég svona fyrsta hótel. Já. Svona eitthvað. Já. Það er svona öðruvísi dýr einhvern veginn. Það er allt öðruvísi að vinna á hóteli heldur en að vinna á einum veitingastað með einn matseðil. Akkurat. Svo mikið sem það er að hugsa um. Hvort myndið þú segja að væri gáfulegra að byrja á? Eða sem sagt, fyrir einhvern sem er að spája að byrja og fara á samning og samning? Já, fyrir svona nýja nema, bara unga strá, hvort er betra? Það er haldið meira utanum námið á hótelinu, sko. Já. Að því að það er svona corporate og svona hort á Akkurat. Kokkana meira, sko. Já. Þess vegna er svona stiltir, þú veist, á hótelinu, sko. Já. Og miklu fleiri vitlýsingar á þessum litlu stöðum. Þú veist, eru bara inn í einhverju herbyggi í 12-16 tíma saman. Þú veist. Kannski óheflað líka bara menn að minna kannski verið að standa yfir mönnum og passa, þú veist. Þú ert líka meira kannski að fronta kunna á hóteli, þú ert meira að hitta viðskiptavinni og svona. Það er eiginlega svona eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert er að vera ég veit ekki af hverju ég elska það, að vera í svona litlu umhverfi, eldhúsi með þú veist, pottar og pönnur, 100 gráður hérna, það eru 200 gráður þarna, þú ert að skera, það eru fólk að tala við, það eru geðveiki. Þú ert að vinna í þessu í 14 tíma og þú ferði pásu kannski einu sinni til þess að fara út að reykja og fá þér eitt kaffibólla og svo heldur þú bara áfram því að það verður að vera allt tilbúið klukkan 6 og síðan byrja service. Svo byrjar að fá bommur og þú getur ekki farið út af því að það eru byrjað að koma bommur. Og maður verður alveg snar veikur í hausnum að þessu. Já, það er eitthvað svona tilfinning. Og maður fyrir að segja hluti eins og maður þú veist, vill ekkert segja og ég hef stundum sagt eitthvað bara eftir 14 tíma, ekkert búin að borða búin að drekka kaffi allan daginn sagt eitthvað vitleysu og svo bara byrja að labba og snýði mig aftur við og bara, hvað sagði ég eiginlega? Fyrirgefðu þú veist, eitthvað svona, veitu hvað við maður gleymir sér bara maður dettur inn í hennan heim. Ég man eftir einu sem kom og lýsti þessu svo vel og sagði já, ég bara stundu segi þessu mikla vitleysu með það, svo er ég komin heim sest í sófan og opna með bjór og svona sjónvarpi og svo er ég bara
Af hverju var ég að segja þetta? Einmitt. Djöfull ég ruglað. Þetta er eins og mummi sjóari sketsin, maður segir eitthvað bull og svo bara, vá, ég hefði ekki að segja þetta. Mér líður svo illa, maður. Já, ég meina, það líka, kannski líka í þessu russi, sko, þegar það mikið að gera og það verður Maður gleymir sér bara, Já. Þú veist, maður, já. Og það geggju tilfinning samt að vera í, þegar allt í bara suðupunktinum og það allt að gerast. Besta tilfinningin fannst mér eftir á. Þetta var svo góð tilfinning eftir að þú veist, búin að vera þann inni í geðvíkinni, búin að vinna í 14 tíma og svo fékk maður þetta svona klapp á bakið, herru, það gekk ógeðslega vel, allir sáttir, gerum þetta aftur á morgun. Þú veist, þú veist, ekki bara mæting 9 og við vinnum frá 9 til 11-12. Þetta er alltaf bara bílun, sko. Þetta er bílun. Þegar maður hugsar út, Mér fannst alltaf erfiðast í byrjun við svona, það var eftir á, þegar maður var búið með rössi og átt að fara að taka til. Mér finnst það svo skemmtilegt. Af því að þá er maður búin að vera í æsingum minna og svo allt í henni er það bara allt tekið á einni sekundu og komin niður hérna og þá þarfst að fara í svona rólegu verkin og eitthvað og meðan maður er ennþá bara pumpaður. Já, en þá átt að bara byrja að þrífa þá. Já. Þá þrífuru... En það tók mér smá tíma að læra að managea þetta. Því ég man þegar ég byrjaði og upplifði þetta svona fyrstu skiptin þá fannst mér bara svolítið krassa, sko. Og átti þá erfitt, þú veist, og það var einn pjakkur hérna Óli litli með okkur, það var undantekningarlaust, hann náði aldrei að beisla orkuna, sko, hann var alltaf byrjað að dansa og hann einhvern veginn. Það eru svo margar típur í þessum bransa, þú annarkvort bara geðveikur, ógeðslega rólegur, þú veist. Hann var alltaf dansandi, Bjartur, hérna, hvað ætlar þú? Farðu nú að þrífa hana rægulín. Að henda Peppa í gang. Farðu núna og gerðu þetta er náttúrulega bara gengur ekki. Já, ég var búin að gleyma bubbaröddinu þinni, það var mjög góður. En hvernig er þið síðan þegar þið komið heim eftir rössið? Þú veist, maður þurft alltaf að setja einhverja bíómynd á eða það eitthvað bull bara til að tjóna sig niður, sko. Það fer eftir í hvernig vinnu maður í. Þú veist, í dag, ég á 3 börn, ég get ekki verið í vinnu í 16 tíma og komið síðan heim og veist, þannig að í dag er ég í dagvinnu. Já. Bara 8-4 eitthvað svona þannig. En svona back in the day þá var maður eins og maður byrjar í 2-2-3. Akkurat. Maður er alltaf í vinnunni þegar aðrir eru í frí. Einmitt. Þá laugardagskvöldum að allir að skemmta sér, þá með við kólsveitir inn í einhvern kofa öskra okkur annan. Þannig að pælir í sig, akkur gerði maður eitthvað annað? Fór í múrin eða smiðin? Nei. Maður hefði aldrei fungera. Þetta er eins og þú talar þú veist bara að drullu upp á baki í einhverju menntaskóla og bara passa þær ekki í neinn hólun einn staðar. Þetta er bara út af því að þú ert ekki eins og hinnir og þú þarft að fara í þetta því að þetta er bara fyrir þá sem eru ekki eins og hinnir. Ég fann mig ekki fyrir en ég fór inn í eldhús. Bara ég var 20 ára þegar ég var fyrst inn í eldhúsi. Ég var nú bara heppinn að finna þetta. Þetta er bara eina sem hefur nokkuð tíma make a sense fyrir mig að gera, hinga til allana. Og ég þurfti bara eins og bara að fara á Grand. Það bara breytti öllu. Það kom ég með aga, kom ég með, þú veist bara... gat tekist á við lífið allt öðru í sig út af því að þarna hitti ég fólk sem var eins og ég guðurugla skilur og sagði brandara þú veist eins og sveppabrandarinn sem var alltaf brjála en daginn þegar hann sagði þú veist ekki hvort þú sett barnabæri og kannski ekki búin að hitta rétt að barni Þetta tala hana í banna að hlæja ég grenjaði á hlátri og þetta er eldhúsbrandari. Þetta er svona brandari sem hefur verið sagður örugglega í eldhús einhvern tímann. Af því að þetta er svona grófu brandarnir og svona rejectin sem að... Og maður svona eftir á bara af hverju í ósköpunum var ég að segja þetta. Já, svo líka hugsa maður ekkert út í það. Það er allt látið flakka í þessu eldhúsum. Af því að það er ekkert neitt á bakvið það. Nei, það er málið. Ég skal segja eitt sem ég náttúrulega ekki var að segja, sko. En ég kom með einn alveg hræðilegan brandara sem var algjörlega misheppnaður af því að meiningi mín var ekki eins og hún hljómaði. Ég veit alveg hvernig þú ert, maður svona
maður liði bara svona óþægilega bara Já. þú sagðir, ég ætla að segja ykkur eitt Já, maður svona, hvað ert að fara að segja núna? Af því að ég á það til sko að grínast í þeir sem kom með vörur. Mér finnst það ógeðslega fyndið að stríða gaurunum sem eru komið vörum. Það svo ég gerði það í dag. Já. Ég gerði það á hverjum einasta degi. Það svo gaman að júlið þeim. Og ég hentum blessaður, hann sagði, blessaður, hvernig ertu í dag maður? Og ég sagði, ég ekki nógu góðum maður, allir þetta endi ekki bara í murder suicide heima í kvöld maður. og hann bara, nei, ég að djóka maður. Og svo sagði, og þetta var ekki að ljóta, sko. Og svo sagði við hann já, en það betra að vera bjartur heldur en svartur. Og svo lappa hann út og þá var ég svona, þetta var racist. Nú. Og það var ekki meiningin. Svartur í lund, skilur, frekar að bjartur í lund heldur en svartur í lund. Það var svona það sem ég var að meina. Okay. En út af því ég matreiðslumæður og vanur að tala bara matreiðslumæður, þá einhvern veginn lét ég þetta flakka og þá var ég svona, já, nei, þú kannski aðeins að slaka á núna. En maður lifur á leið. Þetta einmitt þegar maður svona, maður lappar í burtu og svo eftir á, ég hefði kannski orðið aðeins öðru eða eitthvað, maður hugsa svona aðeins tilbaka. Þetta svona, var kokkurinn í mig bara, já, svo kom ég heim og bara, djöfull, hvað var ég að segja þetta? Já, hvað? Af hverju sagði ég þetta, maður? Shit. Hvað verður sagt við mig á morgun? Þetta bara energin, þetta bara orkan þarna öðru sig. Já, allt en svo svo margir brandarar sem hvað sagði harfiskurinn með hinn harfiskinn? Long time no see. Svona léttir líka. Það svo margir pottar það svolítið potthétt inn í eldhúsinu. Já, auðvitað. Þessi ömurlegu góðu pappabrandarar. Já, þú góður í þeim. Já, ég rosalega góður í þeim. Pappabrandan. Ég vil gott að fá smá grafin langs. Já, það var að hugsa kallin. Mér fannst eða svo skemmtilegt að það var svo mikil orka í manni. Frá 20 til svona 26-7. Maður gætt unnið eins og skeppna og maður fannst það svo gaman. Mér var svo gaman í vinnunni að gera það sem maður verið að gera. Og alveg saman hvort það komst ekki að borða ég borða bara heima á eftir, einhvern tímann og bara, þetta ok, það leiðinni þú veist þá, klukkan er 4 maður á eftir að gera 4 mauk það eru 2 sósur fyrir aftæði þú ert eftir að skera laxinur og flagga þú veist, maður bara þú veist, 3 að tala við hann einn hann að segja brandara, einn hann að öskra mann þú veist, það er bara En hvernig fannst þetta alveg Hvernig fannst þér að vera síðan komin á það stað að þú ert orðin yfirmaður og með nema og svona að þurfa að fara að kenna einhverju lið á lífið? Mér finnst það bara frábært að út af því hvernig var náttúrulega ég var ekki þessi strikt yfirmaður. Já og nei. Já, ég sýndi ykkur ég sagði ykkur þegar ég var að gera eitthvað vitlaust en ég var aldrei eitthvað eins og að gert við mig ég var hræddur við summa kokka sem er bara hræðilegt þetta var meira bara ef maður gera eitthvað vitlaust þá bara, þetta er vitlaust rasshausinn og það var bara fyndið og það var nei, þú veist, og það var einmitt bara ef maður var á frontinum kartinu eða eitthvað þá var bara svona labba svo bara, þetta á ekki að vera hér, þetta á að vera hér svo bara svona alltaf hart, svona bara svona þetta á að vera hér, þetta á að vera hér þetta á að vera hér, hvað er þetta að gera hana vitlýsingur, þú veist, ég er búin að sína þér þetta þegar maður bara svona, ég vissi þetta maður já, og þá næst þegar maður að gera og verður maður að reyna að passa þetta og það var alveg það skiptir máli hvernig maður fer að hlutunum sko? Já. Allt á sínum stað í eldhúsinu, Bjartur. Já. Maður læriði það náttúrulega eiginlega strax að þegar maður var til dæmis á ofninum eða á einhverju stöð þú þyrftir að setja allt á sama stað annars fór allt í fokk þú veist það er dallu fyrir þetta það er dallu fyrir þetta og svo er smjör hérna bla 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 ef þú settir ekki hérna þá varstu maður leita að hlutan út allt sko. Og þetta tók rosalega langan tíma að ná þessu út af því að maður er með svo mikið athyglispress og stundum er maður að ná í sósu hérna og maður skildi eftir skeið þar ok ég ætla að segja þetta aftur maður skildi eftir 2 metra bak við mann
maður skildi eftir sósuna hérna og maður skildi eitthvað eftir, alveg sama hvað það var skeið, það var eitthvað, alveg sama svo gleymdi maður því að maður hafi sett það þarna, að þess að maður fattaði það ekki svo bara, hvar er töngin sem á að vera þarna, hvar er hún? Já, hún er á mér, já, ok, þú veist Já, ég glími við þetta þú dag, sko. Já, ég líka. Ef ég er að gera eitthvað og einhver hringir í mig og ég þarf að fara að taka eitthvað símtal og fara að svara einhverju, þá get ég mögulega bara eftir þetta símtala því að svo fókusera á þetta símtal, farið bara í annað verkefni og glemti að ég hafi verið þarna að vinna verkefnum mitt, sko. Ég bara... Og líka þetta lappa inn á kæli. Af hverju í anskotanum er ég inn á kæli? Já. Það er ekki lent í svona 10 sinnum á dag. Ég stundum öskra. Ég stend inn á kæli og er bara hérna fúll út í sjálfa mig fyrir að hafa gleymt einhverju sem ég var að gera. Ég held ég hef heilt í öskra nokkur sinni. Bara, strókar, fuck! Hvað er ég að ná í það, maður? Bjartur! Það er svo gott þegar maður allt í einu mann það, svo. Já, já, bláber. Maður þarf alltaf að hlaupa einhvern veginn tilbaka, þú veist. Já, þess vegna öskraði ég að ég nefndi ekki tilbaka. Heyrðu, hvað er ég að búa til aftur? Út af Wellington, já, ég er að ná í Dijon. Þú veist, eitthvað svona. Já, hvað finnir þið? Kokka líður maður. En hefurðu lent í einhverjum slæmum, einhverjum harðhausum þegar þú varst yngri? Voru menn harðir? Nei, þetta er bara svona allt öðruvísi. Ég var með miklu meira. Ég lenti aldrei í þessum kokkum sem að settu skeið á frakkan og síðan bara minna hraðar. Sem að vera að brenna menn og svona. Veist, það er 20 árum áður en að ég byrjaði, skilur við. En maður heyrir þetta alltaf. Svona finnum söguna sem að þriðju soðpotinn, svo ertu rekin. Já. Hver sagði þetta? Ég vil vita hver sagði þetta, því að þessi maður er snillingur. Þetta er besta setning sem ég hört. Nefnin eitthvað þriðju soðpotinn, svo ertu rekin. Fuck, hvað þetta er góð setning. Þetta er rosalega góð sæn. Ég væri til í að einhver matreiðslumaður á Íslandi tæki sig saman og myndi safna svona sögum og búa til grínserju, þáttaserju í eldhúsi. Það sem er bara, þú veist 5 algeng personir að vinna í eldhúsi og svo er svona verið að taka best of. Ég held að það væri gegn það væri ógeðslega góð þáttur. Að bara einhver einn gæi fyrir að spjalla bara við kokkum allt. Okkur ekki þið eru hvort að bara hrúa öllum kokkum til ykkar. Byrjaði bara að skrifa allt niður. Það var pæling. Það er góð pæling. Sveppi, ég veit út að hlusta. Fá Sveppin hann alveg brjálaðan eitthvað að brenna menn og... Já, þetta er ekki galin hugmynd. Nei. Þetta er kannski að teka þessu. Akkur vill maður borða þegar maður er í podcasti? Ég er bara alltaf, ég er svona, mér langar í, en nei. Ég er búin að geta eins og svín, sko. Já, alveg. Stendur þið vel. Það við gerir þetta alltaf, sko. Það er alltaf sama. Já, það setur eitthvað bara. Það setur alltaf eitthvað nálað mér og svo ég út þáttinn, allan þáttinn og svo bölva ég honum. Herru, eitt sé ætlaði að spyrja ykkur. Hvað er death row maturinn? Hvað er bara, ég er bara að fara að deyja á eftir. Hvað myndið þið vilja að fá? Ég var að spyrja þessu daginn. Já, ég er með svar, sko. Hér mér er bara saltar hrossakjöt, brætt smjör og svona kartöflur. Það er ógeðslega skrítið með að við að þú hefur smakkað. Þetta snýst ekki sko mat, þú veist, ég borða. Er þetta ekki svona nostalgía? Jú, það er bara tilfinning. Ég borða svo góðan mat yfir tíðinu og eitthvað, ég þarf ekkert að borða góðan mat áður en ég drepið, sko. Ég vil fyrir ekki að borða bara eitthvað sem mér er kært sko. Já, þú vilt bara hugsa aðvæðin greinilega. Já, örugglega. Ég myndi borða það. Það er svona, þar væri ég í svona örygginu áður en ég bara yrði rafdrepinn eða eitthvað sem það er að gera. Bara fara í stólinn eftir, ég ætla að fá ross. Værið þú bara í ribba í eitthvað humar og... Ég færi örugglega eitthvað aðeins fínna en hross, sko, salta hross. Ég hef hugsað þetta mikið, þetta er þrenna hjá mér. Þetta er bragð sem að kemur bara að þú setur fitusprengt ribba í grillað, pönnusteikt foie gras og grillaður humar. Þetta þrennt þegar það er sett saman á gaffal, þetta er besta bragðið sem ég hef smakkað. Foie gras er náttúrulega bara í annað level. Þú veist, ef þú borðar bara foie gras þá er það svolítið mikið. Ég veit það. En ef þú borðar smá, bara með einhverju. Akkurat.
akkurat, Já. ég sammála. Hvað myndir þú vilja? Nei, ég væri svolítið þannig að ég myndi, þú veist, við vorum með á Hótel Holt fyrir, 3 mánuðum síðan. Það var svona dúfu Wellington. Það var ógeðslega Nice. gott og það var einmitt með fóigra. Já, bara svona í miðjunni eitthvað svona lengja þannig að jafn mikið alla lengjuna. Eða var þetta svona eitt skammtur hver eða Wellington eða var þetta... Já, það var bara svona svona lítil svona skorinn tvönd. Já. Þannig að sári myndi sjást og njóta sín á tísnum. Það verður náttúrulega að vera. Já. En hvað, mér finnst þetta skemmtileg spurning. Og svo líka trufflur. Maður fer að hugsa svo mikið hvað er best. Bara ef þú ert að deyja eftir, hvað ætlar að borða? Þú veist, grilluð, lúða, skötuseli með trufflum og eitthvað svona, sko. Ég ætla að fá KFC. Eða eitthvað svona... Ég Er ekki til eitthvað þáttur sem ég sá... Mér finnst þið vera bara í ruglinu, sko. Nei, þú veist, hefur ekki séð svona þáttum ráðmóringja, svona skrítin request af ráðmóringjum með eitthvað sem eru að actually að fara að deyja. Já, Ég vildi, það var einn sem að vildi geta eitthvað sérstakt, eitt kissuber, að því að þegar hann yrði jarðaður þá kæmi tré. Hann hugsaði eitthvað að þú veist, eða bara nótunum, sko. eða bara 5 kíló af KFC eða eitthvað svona. Ég myndi freka að fara í eitthvað börra eða eitthvað svona heldur en eitthvað svona, þú veist, að sita einn í einhverjum fangelsisklefa að borða eitthvað fóigra, humar og naut, það yrði alveg glata. Myndirðu njóta þín? Nei, ég myndi freka að vilja börra. Þú myndi bara að fá Happy Meal. Ja, til dæmis. Ég meina, já, ég er ekki frá því, ég myndi freka að taka bara tilbúinu með 5 á Metro, sko. Ég hugsaði líka bara 3 staka singin twister og lítið Pepsi Max sáttum. Eða bara hamborgari. Já. Það er eitthvað guðdómlegt við góðan hamborgara. Já. Þú veist, þú getur elda lamb, þú getur elda hvað sem en ef þú fær góðan hamborgara þá er þetta góð veitingastæður. Já, ég meina, við vorum oft með einhverju 300 manna veislu sem var bara einhverju nautalundum og eitthvað og fullt af nautalund í boði og maður langaði bara frekar að fara á púlstofun og fá sér einhvern sveittan hamborgara, sko. Einmitt. Það gerist mjög oft. Já. Við gerðum það nú. Já. Ég var náttúrulega lærði á Hilton, ég bjó á þessum stað. Var meira þar heldur en heima hjá mér, sko. Já. Þetta er góður biljart. Í púl. Ég var það. Með sinni einn kjöð og allt maður. Við höfum ekki farið lengi. Við þurfum að kíkja á púlstofu. Ég er alltaf bara stemmingskrall, sko. Ég mæti bara til að bladra. Mér finnst, ég hef ekki athyglinna í púl, sko. Það er ekkert rosa gaman að fara með í púl. Maður vil fyrir eitthvað bara sitja og spjalla við þig. Já. Þú kannski hefur hann bara með á kantinum til að blæðra meðan þú ert að spila við. Já, ég tek einhvern annan með mér. Tala ekkert við hann, spila bara við hann og tala bara við Björn. Já, ég meina með við hvað ég hef oft, við fórum reyndar oft í skák. Mér finnst það skemmtilegra. Miklu skemmtilegra. Taka eitt tafl. Ok, þannig að þú ert hauskall. Já, ég var ekkert góður, sko. Ok. það er ekki það maður var að hendi eitthvað rauða drekan eða hvað sem þetta allt kallað, sko. Veitu hvað það? Það er eitthvað bara bull, sko. Skákmúin, þetta heitir allt eitthvað Queen's Gambit og rauði drekinn og þreföld afturvörn og... Það hljómar eins og skets. Ég er svo lélegur í skák bara gaman að spila. Já. En svo er önnur spurning. Já. Hvað er ofmetinn matur? Hvað finnst ykkur ofmetinn? Já. Þú veist, eitthvað sem er ógeðslega hæpað. Já, ég er með svar strax. Mest ofmetinn matur allra tíma er pizza. Já. Núna ertu að fara að búa til eitthvað, sko. Sko, góð pizza er gott. Góð pizza er góð, sko, en pizza er ekki svona merkilega hún er verið allstaðar, sko. Ég lifið á pizzu í mörg ár, sko. Já, ég gera það ennþá. Þú veist, ég er alltaf take-away matur, strákar. Nei, ég er að tala að ég lifði á pizzu í mörg ár. Já. Ég er ekkert að grínast með þetta. Ég vann á Pizza Hut í mörg ár og þú veist, þetta var morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur og þetta, þú veist, þetta var bara
eins og Tetris að hlaða í bumbuna á mér sko, í mörg ár og það endaði með því að maður bara komið vandamál einmitt. þú veist, þannig að þetta ekki eitthvað sem ég hrópa húrra yfir Nei, ég sammála, bara Dominos og þetta allt, ég aldrei spennt en ég elska pítsur, þú veist samt sko þetta úgeðslega gott en Ég meina, viljið þið fara með skrifstofuna heim? Ég segi þetta stundum við kuna, hvað elda þú heima, Vili? Hvað elda ég heima? Já, pulsupasta. Það er rosalega góður í því. Ég held að ég sé eini kokkurinn bara á landinu ég þá elda sem heima hjá mér. sem að elska bara að elda heima Ég held ég þurfa að hætta til að gera eitthvað svona, auðvitað elda ég fyrir ykkur eitthvað gúrmi ef að þú og konan og eitthvað vinir eru að koma út að heim til mín að borða, þá ger ég eitthvað já, akkurat, maður gerir það maður gerir það, en ef ég er að elda fyrir börnin eða bara fyrir fjölskylduna heima, bara pulsupasta og grjónagraut og eitthvað svona. ég reynda að nota bara grillorðið rosalega mikið þannig að þú veist, ég nenni ekki að elda bara á grilli með drasli Ég nenni ekki að kaupa alveg saman og ég kaupi bara fór svona kartöflur og allt þetta drasli Já, menn nennur að kaupa fisk, búa til marinirunguna saxar laukin yfir og ég gera reyndar að nenni þið sko já, nennarinn alveg sko Já, mér ég er finnst það ekki bara komin þar ég er svolítið þreyttur í lífinu ég er alltaf ekki að ok, þú ert með allir þessi börn ég gef þér frí pass þannig sko. okay. en að því að mín er uppkomin þá hef ég tíman í það það er kannski munurinn á okkur ég er svona akkurat það mest að gera hjá mér akkurat núna held ég held að verði ekkit samt er þetta bara vinnandi 4 já, ég meina bara svona lítið batn og konan var að klára nám og þetta er bara svona kannski núna kemur kannski aðeins svona sann í lífið það var rosalega mikið að gera núna þegar ég er svo sáttur að ég ekki 23 lengur fuck wow, þú veist það ekki sko það er alveg já, og svo líka það að vera sko í fríi á daginn að vera í fríi á helgum hvernig það er geðveikt maður og líka vera í fríi á ef maður var í bíó, já, okkur ekki annars, maður var bara hérna að skera lauk í 14 tíma mér fannst mesta breytingi var þegar ég fekk frí á rauðundum já það var það var svona ég var bara í frí á 17. júni núna þú veist geggja já, ég er enda að skaut mig í fótinn þar ég var að preppa fyrir veislu sem ég var með já, en var það ekki eitthvað sem þú valdir sjálfur jú varst ekki að gera það bara einn sjálfur svona bara enga kokkari sumi staði sem eru bara opnir allt nýri bæ allir þessir tuttar og þeir sem eru að vinna í 23 nýri bæ þeir geta ekki að má ég fá frí nei, einmitt þú veist, það er margt sem að maður það er svo ógeðslega margt sem maður misti af afmæli eitthvað bara skiptir engum máli hvað ég held að fólk fatti almennt sé ekki hvað það er flókið að reka veitingastaða og svona, sést bara fyrir starfsfólk líka eins og að fá frí að skiptum vakt og allt þetta þú veist, svo ertu komið með nemi þá ertu að finna sambærilega nema þú getur ekki bara skipt vakt við eitthvað sem er á fyrsta ári og þú kannski á 4. ári af því að hann getur aldrei bakka upp það sem að þú ert að gera þannig að þú veist kannski bara með eitt sem þú gæst alltaf að tala við og hann kannski að fara að gera eitthvað akkurat daginn og líka fyrir yfirmann að skipuleggja þetta sérstaklega því minni sem staðurinn er og þú veist veitingastæðir sem að þú veist, það hoppar ekki hver sem er fyrir hvert sem er þú veist, og ef einhver kemur og segir heyri, ég er að spá, get ég fikk 2 vikur í sumafrí bara, nei og það bara svona það var næstum því hlegistundum ég spurði, má ég fá viku þarna ég er svona, nei bara að fara að vinna hvað á maður að gera? Áttu þá að fara að finna áttu að fara bara á Alfreð og finna einhvern getur þú komið að unni í viku hérna á mér þú veist, þetta er flókið þetta er erfið bransi með það ekki eins og hann vil segja þetta tíðkast þannig að þú bara varst að vinna þína vaktir og þú bara sleftir öllu þessu dúlleri sem þú vildi fá frí fyrir ég verð að komast þangað mér er alveg sama þú stendur bara á vaktina ekkert múður sem að er alveg samt ákveði leksía samt að það er bara gott að þú ert ungur líka sko
Já, þú er svona að klára þitt. Já, með Og ábyrgð og þarft ákveðin- svona að standa með því sem þú ert að gera og verður svona að læra og getur ekki alltaf gert allt í lífinu sem er langar, sko. Já, en svo vildi maður bara vinna líka. Já, Þú veist, það var það gaman í vinnunni. Þú veist, auðvitað er maður búin að vinna með mörgum vitlýsingum og vinna á leiðilegum stöðum. Kannski var einhver staður geggjaði fyrst, svo var það leiðilegur og svo aftur skemmtilegur. Já. Það skiptir svo ógeðslega miklu máli með hverjum maður vinnur já. og hvernig andrumsloft er. Sem maður getur það þarf bara einn fávita til að breyta öllu innan veitingastanum, alveg saman hvort það er þjóð, þú veist, skiptir engum máli. Já, svo getur maður líka bara unnið sér kaf og enda á því að verða fávitir, sko. Já, nákvæmlega. Verður þessi einu gaur sem er að eyðileggja allt, sko. Ég hef hætt á stað sem var æðislegur út af einni mannesku. Já. Aldrei að segja, þú veist, hvað er hvar og hver það er, en þú veist, það er Já, ég man að ég mætti á skrifstofu yfirmann einu svona og fór og ausaði yfir hvað einn var hundleðilur og eitthvað og hann horfði bara og sagði bara þegar fátunum fyrir að fjölga það skaldu bara að líta á sjálfa þig. Ég veit hver með þess að sagði þér þetta. Já, ég held ég veit það. Og veistu, og fyndna var að þetta var bara alveg rétt. Þetta var bara ég að vera að fá þetta líka, sko. Þú veist, bara svo hætti ég bara að pirra með þessu og þá kom bara í ljós að ég var bara alveg jafn mikið vandamál, sko. Og þetta er erfitt líka, þú veist, eða mikið að gera, margir karakterar, ego í kokkinum líka, kokkar með mikið ego og töffaraskap og ég er að segja það var góð, það þarf, af hverju er ekki fleiri bíómyndir þetta lið? Það er alveg nokkrar, sko. Já. Það er drullu góðar sem er. Það eru margar svo lélegar. Já. Það eru margar mjög góðar og líka þættir. The Bear með þetta aðeins svo gróft út af þeirra, hann svo öskrar svo mikið, þetta er ekkert svona. Nei. Þú veist, ef að þú ert ekki nógu duglegur í eldhúsinu, þá fer hann eða hún og það kemur einhver annar í staðinn. Já. Það er enginn að öskra á þig svona mikið og þú tekur það bara, þú veist, þetta er ekki til. Það er örugglega til. Sko, það hefur verið til. Og ég get alveg sagt það. Já, að það hefur einhver öskrað og já. Okay. Og það er ekki það langt síðan heldur, sko. Já, alveg. Okay. En þú veist, maður sér þetta ekki lengur eitthvað, þú veist, en það er allavega eitt karakter sem ég veit um. Ég þoldi þetta ekki, að svona hotheads, svona fávitar sem eru síðan með svona smá vald og öskra á þig. Þú veist, já, ég skal til í að gera betur, en ég varð aldrei lengi með þessum. Nei, saman er. Þú veist, auðvitað ekki. Besta ráði líka fyrir hérna bara yfirmenn og fólki ábyrgðastöðu er bara lead by example, sko. Þú veist, sýndu þið verkum hvað, þú veist. Og þú þroskaður eitthvað? Ég veit það, ég er svo gríðarlega djúpur, viskubrunnurinn, hann er svo djúpur. Fórst þú Del Gunn ekki í námskeiði eitthvað leiðis? Ég reynda var sendur á þannig þegar ég var rólingur, það var reynd allt, það var all triksin í bókinni nótum, sko. Það var, já, það var að prófa það var reynd á 15 ára. Já, ok. En að því varst að tala um hérna bíómyndirnar, ég var ekki í nýtt líf þegar að hann er að vinna í eldhúsinu, það var í Dalalíf. Nei, það er í nýju lífi. Já, bara. Það er ekki byrjun að myndina, það er vel steikt og mikinn pipar. Og svo djöfull er búið að setja mikið vín í súpuna. Já, það var einn í pottin og einn í kokkin. Já, einn í pottin og einn í kokkin. Það var alltaf sherry, það var alltaf sherry hérna. Það var alltaf að hella í ausuna. Hella í ausuna. Sem hann leit út fyrir að hann var að hella í súpuna. Svo hann alltaf með ausuna. Hann snerti aldrei og sett aldrei ausuna aftur ofan í pottin. Já, maður alveg sé þetta. Já, menn að fá sér kaffi og það er ekki kaffi. Mjög marga góða senur á Hótel Sögu. Við erum vistmenn og Kleppi, við erum gjöra sögulega hringja á lögregluna. Englar alheimsins. Það var óbúðslega gott aðrið, sko. Já, en þú eru fleiri aðrið sem hefur tekið hann upp á Hótel Sögu. Ég meina, þetta er ekki til lengur. Þess vegna er gaman að minnast á. Það er glata að skulle gera til lengur. Nei, ég man ekki meira. Nei, ekki heldur. En hver er uppáhaldsstaðurinn sem við unnið á? Uppáhaldsstaðurinn sem unnið á? Já. Ég myndi segja eiginlega bara Grand Hotel. Okay. Þegar
það var svona hópurinn sem myndaðist þar vaktin ennþá vinir í dag og við erum með grúppu sem að við erum ennþá að spjalla skilur og ég kynntist núverandi konu minni sem ég giftur í dag þar á Grand Hotel það ekki og Bjartur hitti líka sína konu akkurat. á Grand Hotel Já, við vorum öll að vinna það var saman. svona hótel ástarinnar en það svolítið fyndið að segja frá því að núverandi kona mín hún vann í lobbyinu á Grand Hotel áður en ég byrja sko. þannig að þetta eitthvað við þetta hótel mér fannst þetta æðislegt en svo svo byrjaði COVID náttúrulega Já, það er 50% af öllum kokkum var ekki hættu bara slátra og það var engin vinna Vistu, það er ótrúlega mikið af svona fólki sem við erum búin að tala við sem að kemur alltaf þessi stóri partur í þeirra ferli bara COVID, það bara breyttist COVID breyttist svo miklu sem að fóru í einhverja vinnu, fóru í smiðin eða múrin eða eitthvað svo bara, það til annað líf en að ég í frí og helgum og komin heim fyrir 6 what? Það vantaði svolítið mikið af matreiðslumönnum á Íslandi eftir COVID alveg mjög mikið. Já, en þá í dag sko. Og uppvaskara og allt það mynd. Já, þetta bara þetta er mjög flókin staða náttúrulega sem að myndaðist. Já, þetta betur. Ég var náttúrulega bara atvinnulaus í hálft ára eitthvað, fekk enga vinnu og því ég var í skólanum. Fekk ekki neitt hluta, átti ekki rétt á hluta hvað heitir þetta? Að þú varst á samning? Já, því ég var í skólanum, sko. Því ég var ekki í vinnunum. Ég var í skóla. Ok. Þannig að það Ég held að það verið tengt samningum hjá þér. Já, getur verið. Þú veist, það var nemar sem voru að vinna, voru að fá hlutdelda, hvað sem heit. En það þannig endur við ofta að tala COVID, maður ógeðslega leðilegt. Já, hundleðilegt. Já, tölum brennt smjör. Brennt smjör. Tölum Noisette. Noisette. Noisette best í heimi? Það gerir ekkert. Já, það er betra en smjör. Smjör geðveikt, Noisette frábært. Já. Útskýru fyrir okkur núna Noisette. Hvernig myndir ég gera Noisette? Hvernig myndi ég gera Noisette? Ég myndi setja bara klump af smjöri í pott og elda það þangað til að verður golden brown og tekið það af og kælta niður áður en það verður bitter. Ok. Því að þegar þú Sigtar eða þá? Ég sigta það aldrei, ég nota alltaf bara allt. Ok, og hrattið líka sem er í botnum? Hrattið líka, þú veist, ef þú eldar það of mikið, þá er það beist. En ef þú eldar það akkurat perfekt og hættir eldunna, það stoppar fyrir eldunna á smjörinu, þá kemur svona sætur hnetukeimur af smjörinu, eins og þið vitið. Já, lyktin maður. Og lyktin af því og bara bragðið líka, þú veist, að steikja eitthvað upp. Gerir bara allt gott, bara fisk og smjör og gremmiti, bara allt betra. Það bíftallar sem að þú gafst mér. Já. Eins og við vorum að tala í símanum áðan, það er allt öðruvísi að elda í vinnunni fyrir 160, 170, 250 manns en fyrir 5 manneskjur heima þér. Það tók mig mjög, mjög langan tíma að átta mig á því hvernig ég átti að elda fyrir 5 manns. Þannig að það sé ekki afganga fyrir 20 manns. Ég elda alltaf fyrir 15 til 35 manns. Kannastu þetta maður? Þú veist, maður bara með pasta í 3 daga. Að villið engin núna. Skilur þig? Sjóða kíló af pasta. Hvað er það? Já, þetta er einhvern veginn, ég er ennþá stundum að elda þessu mikið fyrir mig og dóttur mína, sko. Og svo er þetta einhvern veginn í ískapnum og svo borðar þetta enginn og þetta enda bara rusli. Og þú gafst mér hennar bíftaló sem er 1,5 lítir. Já, kannski. Ég geti átt þetta heima hjá mér í svona 3-4,5 ár kannski. Maður tekur bara teski. Ég veit ekki, ég veit duglegur. Þá geti ég nota þetta innan við 2 mánuði. Geðu hundinum. Já, okkur ekki. Ég geri það. Þið getur líka að byrja að maka þetta í andlitaður. Losnaður huggur. Já. En pointið var að ef ég væri með þetta í vinnunni þá myndi ég spænit upp á einum degi og já, það var það sem vorum að tala áðan hvað er öðruvísi að ég er kannski með 5 kíló, 6 kíló af baconi, whatever, í vinnunni að gera einhverja sósu.
svo allt í einu því búin að gera svo svona fokk, að vantar aðeins meira og þá tekum maður 3 kíló í viðbót þegar maður hugsaði þetta síðan 10 kíló af beikoni og þegar maður horfir á kíló beikon heima hjá sér þá það er allt öðru að elda heima hjá sér algjört. og þá maður horfir á þetta hvað þetta er mikið heima hjá sér og svo bara, já, ég notaði 10 kíló í vinnunni og það er allt öðru Já, þú veist, maður að taka 100 kíló á lambi og preppa og þú veist, og þá er bara svona já, þetta er 100 kíló, pælir ekki því, sko það er kannski ástæða að maður eldar að kokkar elda allt of mikið heima hjá sér þegar þeir elda loksins að þeir eru vanir að elda fyrir svo marga akkurat. Já, þetta er svo sem bara líka Það make sense. þetta er líka bara í fólki ég held að þetta sé líka bara svolítið í Íslendingum að að gera allt of mikið, bara í öllum ammælum og öllum fermingum og allt þetta það er alltaf svo mikill afgangur öllu því að fólk er svo hrætt að maturinn klárist ég er svolítið að missa sleppa tökinu þessu sko, Já, það má eitthvað klárast Já. Ef þú ert með 8-9 bita hlaðborð eða eitthvað og það klárast eitthvað eitt sumir kokkar stressa alla upp stressa veitingastæðin allan upp út af krossandi kláraðist þú veist, eru ekki að djóka setja eitthvað annað í staðinn og haldið í ró það má eitthvað klárast jöfnleiri samanlæðir sérstaklega hlaðborðum Já, bara líka hjá venjulegu fólki sko. það má bara fara að taka til sín bara ég var að setja þessa stóru köku hérna fram og þegar allir eru svona klára að borða bara, nei, ekki bara sleppa því og taka hana með og gefa hann einhvert eða bjóða því matabóð aftur eða kaffibóð eða eitthvað kaka fyrir 160 manns Hendi ég að kúla kókoskúlur úr kökunni? Já, nákvæmlega kókoskúluna maður Þú hefur líka þú hefur verið að taka þú hefur verið í alls konar jobbum þú hefur verið bæði náttúrulega nemi og vakstjóri og á hóteli og veitingastöðum og svona en svo hefur náttúrulega líka verið yfirkokkur og þurft að hendi matseðla og svona með að staða alveg æði sko. maður lærði helling þegar maður var að hendi í djúpulaugina þar þá þurfti maður að stíga tilbaka það þurfti að vera meira konduktor frekar en trommarinn að búa til tónlistina en ekki spila hana sko. og þá þurftir líka að treysta á liði sem var að vinna að þeir gætu gert þetta án þín það var að því að maður var svo vanur að vera maður var alltaf að vinna maður fannst maður vera góður í það sem maður er að gera og síðan orðin yfirkokkur að gefa einhverjum af fjöðblað af uppskrift gætir þú gert þetta jafnvel og ég það fattar við að það var ekki hver sem að geta það er málið sleppa takinu og líka pressan við að berskjálta sér bara setja fram matseðilinn sinn að búa til rétti sem að fer á seðil og er framleitu fyrir fólk sko. það er svona svolítið stórt sko. Ég þekki alveg nokkur stór nöfn sem hafa gert þetta orðið yfirkokkar hér og þar og síðan þú veist setjaði sitt einmitt eins og þú gerir sinn matseðil og sitt svona touch á allt saman og af því að standardin er svo hár hjá þeim sjálfum og síðan kannski þau faraði frá og allt hrinu bara eins og Dominos maður. Þetta er flókið maður það er alveg ótrúlegt þetta er mjög flókið og líka mismunandi milli vakta einmitt það eru 2 vaktir, allir á 2-3 það gerir upp 1 mánuð maturinn er ekki sama á 50 og föstudegi þetta er ekki sama vaktir það fannst mér bílun og þetta voru bara betri kokkar hér verri kokkar hér, 1 þunnur hér 1 ekki þunnur hér þú veist en hvað er málið með kokka og vaktir að það þurfa alltaf að vera svo mikið vesen á milli vakta þú þreifst ekki nógu vel þarna okkur preppaður ekki, ég fengi símtöl þegar ég var 20 eitthvað þú veist að það var einhver geðveikur á móti mér á einhverjum veitingastað og það var fínt til þú veist, auðvitað var eitthvað til þú veist, bara að vinna þess þú veist, kláraði nautalindina, skerði fiskinn og fuck off og hann hringdi í mig brjálaður klukkan 9-10 eitthvað á föstudegi, ég var í helgafrí og bara hraunaði yfir mig
Já, ég man eftir einu Og sem ég tók var alltaf brjálaður. myndir sko. Já. Tók alltaf myndir og senda á yfirkvækin bara, já, þetta var ekki þriði nógu vel Já. mynd og þannig að bara Okkur gast ekki bara tala við já, manneskina. er þetta ekki bara samvinna? Þetta bara samvinna. Já. Fólk lítur á þetta eins og fótboltaleik þar sem að þú ert Manchester United og hinn eru Liverpool og þeir eru að spila mótugórunum þegar þeir rauninni eru í sama liði sko. Nei, Liverpool og United eru ekki í sama liði. Ekki Sko bara hafa alveg á tæru. ekki sama klassa ekki einu sinni. Mikill munur á hvað 15. sæti og fyrsta þú veist Fyrir eftir hvaða ártal þú ert að tala um. Fallsæti Já, og byggar. sumir lifi í núinu, aðri lifi í fortíðinni það er einhvern veginn mismyndi hvernig fólk vil hafa þetta Já, skulum sjá hvernig næsta tímabil fer. já, þetta segið þið á hverju ári Já, reyndar. en við erum ekki hér að tala fótbolta Nei. Við erum ekki hér til að tala um fótbolta. hefur þú farið á fótboltaleik? Ég fara á fótboltaleik. Hvar var það og hvernig var maturinn þar? Ég manna ekki. Já, það var eitthvað svona ógeðslegur hamborgari skraufþurr fyrir utan Old Trafford. Þetta var Manchester United, Arsenal og við löbbuðum hana veginn frá hótelinu og var einhver vegur hana og það var ógeðslegt. Já. Þessi matur var hann á götunni í Englandi fyrir fram svona fótboltavettvang. Skraufþurrt, eitthvað kjöt sem var búin að sitja á pönnunni ógeðslega lengi. og englendingar kunni ekki að gera hamborgara það er alltaf svona hakkbuff einhvern Það veginn var allt og mikið eldað, Kanadamenn gerir þetta líka. Elda kjötið allt og mikið. Ég þarf alltaf að biðja nenniði að elda kjötið í hamborgunum aðeins minna en þið gerir vanlega. Og þá fæ ég hann medium. Annars gerir hann medium vel. Ég var einu svona að vinna á einu stað, þekkja nafngrænan. Þá þurfti að elda alveg ógeðislega mikið af hamborgurum. Það var að koma bara þvílíkt röss alltaf í hádeginu í borgara. Svona venjulega. Og þá var bara hlaðið á grillið og svo bara vorum við með stóran kastrabaka með soði. Og borgarinn er bara settir í soðið til að halda heitt. Það grínast það. Nei, ég er ekki að grínast. Það er alveg ástæður, ég ætla ekki að nafngreina staðinn. Þetta er ekki í lagi. Bara segja ykkur það. Grillaði bara hamborgaran, kláraði eldan, sett hann í brauð og út. Jesus Christ. það fær alveg bara svona kuldarhroll einhvern veginn yfir að Svakalegt maður. Já. ég sem betur fyrir aldrei Og unni líka- neistar sem eru ógíslegt Eitt sem ég þoldi ekki við þennan bransa eru kúnnar sem eru með kjaft eða leiðilegir kúnnar sem eru með hroka og þú veist, maður vildi alltaf gera allt fyrir þetta lið. Þú veist, sem eru að taka hennar garçon og þess vegna gati ég ekki verið þjónn. Ég prófaði alveg að vera þjónn. Mér finnst það ömurlega leiðilegt, sko. En að þau þurfa að díla við þannig kúnna, já, kúnnina hefur alltaf rétt fyrir sér. Nei, það er ekki alltaf þannig. Auðvitað vildi maður gera. Kúnin hefur yfirleitt aldrei rétt fyrir sér en maður þarf samt að Já, maður þurft að setja svo já. þjónar eru atvinnumenn í því að geta skít sko. Það er einhvern veginn Já, þeir bara- einmitt. Það er bara alveg rétt, já. þeir bara geta einhvern veginn humma þetta allt af sér sko. og það er Þjónandi kom alltaf til okkar, sögðu svo sög og við erum að, hvað sagðir við hann? Sagðir ekki eitthvað? Já. Nei, ég veit ekki, ég gat það ekkert. Ég opnaði bara rauðinslösku og allir sátir. Já, þú veist, þetta eru hetjurnar sko. bara ímynda er bulli sem maður er búin að heyra framkomið bara gjörsamlega. menn sem eru bara alveg tæpir á geði og búin að snappa á þjónana skilur og bara alls konar og stelpur sem eru að lendu fyrir í einhverju áreiti og þú veist, það er bara endalust að djöfusbulli þannig að kúnnarnir eru nú ekkert alltaf bestir sko. Nei, Það er alveg rétt. leiðileg kúnnar. Já. Þeir eru mjög leiðilegir. Já, Þú veist, maður reyna að gera allt. Herðu, viltu nýja steik? Nei, þetta var bara viðbjóður. Nei, þetta var bara elda og lítið eða of mikið og ég setja þetta nýjan disk fyrir þig. Þú veist, nei, þetta var bara ógeðslegt. Ég ætla að skrifa þetta. Það veist, Já, þú veist, ímyndaðu líka ef þú ert að vinna bara fyrir ríkið á einhverju skrifstofu og Já. sendir vittlusa tölur í skjali og gæðin sem að móttöku er bara herru, þetta skjal sem þú sendir þetta var bara fucking ömurlegt Ertu hálfviti? Þetta var ógeðslegt maður Það er Taktu að þetta lesa skjal. hann að fávitiðin. Ég kemur einn sag upp í hausna með því að ég var að vinna í Amsterdam einu sinni og svona slæstöð hjá Pizza Hut
í hérna Central Station. Það var nú meira ruglið maður. Hérna, það var einhver sem sagt stelpa sem kemur og hún er alltaf að kaupa slæsu og það var hérna strákur sem er frá ég man ekki hvað landið það sem að kallmenn eru svona meira yfirhafðir en konur og hún er frá hérna Surinam, það sem að konur eru meira yfir köllunum sko og þetta var alveg svakalegt að hérna hann bara var með stæla við hann bara frá upp og hún sagði ég ætla að fá hérna eina slæsu og svo var hann eitthvað að gefa hann smá skít sko og hann sagði þú getur ekki talað um mig svona ég bara drífa mig og þau fór bara að hnakkrífast og hann bara ég ekki tími þetta og fer síðan og svo svo kemur hann tilbaka með einhverjum öðrum vinum sínum og labba niður svona tröppu sem beint fyrir framan afgreiðsluna og þetta er bara opið og hún byrja að garga yfir allt maður þá fullt af fólki hann inni sko á hann sko og hann alltaf gargandi tilbaka sumi kunna alltaf ekki sitt hóf sko nei. sem maður átti alltaf ekki að vera að gera sko bara bremsa þetta á strax en svo og hún orðin svo pissed off út í hann og hann segi þetta kostar þetta og ekki krónu minna og hún er með klinki í lúkunni og dundra bara lætur rigna yfir hann þú veist, grítir þetta bara í hann hérna er hann að klinki þetta auðmingin, láttu mig hafa slæsuna og hann tekur síðan spaða þú veist, sem að vera að nota og grítir á móti þetta bara, þú veist, og það enda með því að þú veist, ég fór fram og ég greip hann og ég snúðan þurfti að snúa niður á gólfið, sko, bara hérna Sælir þetta er orðið gott, þú veist við erum ekki í þessum business og var hún viðskiptavinur og hann að afgreiða já var í að því að maður er svo vanur hérna, maður bara góð dag, ekki gert talandi að taka allan skítinn sko, þessi var ekki að fara að taka neitt skít ég hef sem betur fyrir ekki lent í neinu svona bullið þannig sko, ég sé eitthvað smá svona utan að mér sko þegar maður er að labba svona framhjá í salnum og svona en aldrei neitt eitthvað svona extreme Jó, ég reynda að sá einn helvítis meistara hann alltaf engin meistari þetta var alveg galið dæmið þá var hérna brúðkaup og hann var brúðkaupi hérna í einu sal hjá okkur og var í banastuði sko og hann var að segja brandara og fór nokkur sinnum allt út að reykja og maður var að hlaupa niður og ná í eitthvað og lendur nokkur sinnum svo einu sinni kom ég upp aftur þá var að vera að handtaka hann þá hefði hann komið upp í sali, ég kannski segja endilega hvað staðar þetta var og þá hefði hann verið svo fullur að fara upp liftuna aðeins rugglast og girt niður þessu í liftunni fyrir framan fullt af eitthvað lið og enda náttúrulega með að var handtekinn og þetta var bara eitthvað besti vinur brúðgumans og maður bara svona ímyndaði daginn eftir og þurfa ringja hennar steppu minn fyrir geðum lendi smá í ég held að ég var að fara að pissa maður gegn það sér litlu tóna ekki smá lítil tá í stóru tóna fyrir ekki það er gaman að þessu já það er skemmtilega strákar matur, líka bara matur þú ert að fóðra eitthvað lið en gera það í einhverju geðviki já fólk í alls konar ástandi já en ég segi bara takk hérlega fyrir matinn Davíð já verða góður takk fyrir matinn og takk hérlega fyrir að koma Vili að geggja að fá þig og gaman að spjalla við takk fyrir að koma ég spjalla við þig náttúrulega annar hver dag þannig að þetta er ekkert nýtt við erum alltaf að tuða jú þar til næst já takk fyrir komuna takk fyrir kærlega já